Komið þið sæl. Ég þakka fyrir að hafa verið boðið hingað á þessa góðu ráðstefnu til þess að tala úrræði Barnaverndarstofu. Aðeins svona sjálfum mér, ég vann lengi inn á Stuðlum sem sálfræðingur í rúman áratug og kynntist þess vegna þessum málaflokki býsna vel þar og hef síðan unnið áfram við hann inn á Barnaverndarstofu sjálfri. Ég ætla aðeins að reyna að varpa ljósi á það hvernig við í gegnum árin höfum reynt að mæta þeim verkefni sem okkur eru falin og ráðstafa þeim peningum sem við höfum fengið til þess og jafnframt spurningum sem eru kannski ekki endanleg svör við. Það hefur margt komið fram hérna í morgun sem að við vitum og við vitum að fólk hefur sterkar tilfinningar þegar það mætir erfiðleikum í eigin lífi og berum fulla virðingu fyrir því og viljum að svona samtali eigi sér stað til þess að setja að skoða þá hvað verið að reyna, hvernig reynist það, hvað þyrfti að gera betur. Þegar ég fór að undirbúa mig fyrir daginn í dag, þá fór ég að velta fyrir mér yfirskrift þessara góðu ráðstefnu börn með geðrænan vanda og vímuefnavanda og ég hef svo sem gert það áður og það sem kannski vangaveltan sú hvað þýðir það og hvað þýðir það ekki. Það er að segja, eru einhver börn í meðferð í okkar kerfi sem eru ekki með þennan vanda? Og eiginlega var niðurstaðan svo sama og reynsla mín á Stuðlum kenndi mér að börn í meðferð eru eiginlega alltaf með samsettan vanda. Það er mismunandi hvað við köllum hann. Við köllum hann stundum tvíþættan, stundum fjölþættan. Við notum oft það orð í barnaverndarkerfinu. Geðrænan, það notað oftar í heilbrigðiskerfinu eða hegðunarvanda. Oft verið að tala sama barnið með öllum þessum hugtökum. Börnin sem eru í barnaverndarkerfinu meðferð eru öll með greiningar sem hefur rætt hérna í morgun, ADHD, þunglyndi, kvíði, áfallastreitu eða aðrar afleiðingar misnotkunar eða vanrækslu, alvarlegan hegðunarvanda, ofbeldi, útigang eða afbrot og í vímuefnanotkun. Og í einhverjum skilningi þess orðs myndu sumir segja að þetta allt væri geðrænn vandi. Við erum með námserfiðleika og erfiðleikum tengslu við greindarþroska og þroskaraskanir, börn á einhverfurofi jafnvel. Við erum sjaldnar með dæmi geðhvörf eða geðrof eða þróun í geðklofa. Það sennilega út af því að þetta eru sjúkdómar sem greinast ekki fyrir síðar eða birtast ekki fyrir síðar. En það þó dæmi börn með þennan vanda í okkar kerfi. Það er að segja, unglinga erum við þá að tala oftast á aldrinum 13 til 17 ára. Það sem búið að vera að fjalla hér í dag kannski svolítið spurningin, barnaverndarkerfið besta kerfið í að þjónusta börn með svona fjölþættan vanda? Og það eiginlega mjög mikilvæg spurning og maður getur kannski lagt út frá því að hver ætli sé ástæðan fyrir því að það svona mikið sótt eftir meðferð í barnaverndarkerfið. Og ein ástæða getur verið að það sé gott kerfi sem bjóða upp á góð úrræði og það vonandi að einhverju leyti rétt. Og í framhaldi af því má velta fyrir sér hvað það í barnaverndarlögunum sem gerir þetta heimilt? Jú, það það að þau bjóða upp á vistun utan heimilis og fóstur og það eiginlega engin önnur lög sem bjóða upp á það. Og þar af leiðandi oft sótt í barnaverndarkerfið með mál sem að þurfa svo sannarlega sterk og mikilvæg inngrip en það ekki sjálfgefið að þetta sé eina leiðin og það heldur ekki sjálfgefið alltaf að þetta sé besta leiðin þó að barnaverndarkerfið sé gott. En það ágætt kannski að hafa þetta í huga þegar maður að velta fyrir sér hver að gera hvað. Að lögin og þar að undir löggjafinn þarf líka að taka þátt í þessari umræðu með okkur. Það sem við hins vegar reynum að gera, frekar en að vera að flokka börn endalaust niður, þó að sé stundum mikilvægt að aðgreina þjónustu, það að segja hvað það svona í heildinni sem við erum að reyna að gera. Hvernig mætum við þjónustuþörfum? Þá ég að tala í okkar meðferðarkerfi. Við reynum að horfa á einstaklingana út frá annars vegar verndandi þáttum og hins vegar áhættu þáttum. Það mikilvægt að ekki áherslu á styrkleika bæði fjölskyldunar og unglingana og barnanna. Það að segja við horfum ekki einungis á einstaklingsbundna þætti þó að sé líka hort á þá, heldur líka á hvernig við getum eflt fjölskylduna í að sameinast styrkleika sína og efla þá og endurheimta þá. Við horfum á það að aðlaga barn í skóla, vinnu, tómstundir, áhugamál eða vímuefni og þetta eins og rannsóknir sýna mikilvægastu áhættu þættir og verndandi þættir í vímuefnavanda, í hegðunarvanda og að stórum hluta líka í þeim tegundum geðræns vanda sem að þessir skjólstæðingar okkar sem við erum að tala eiga sameiginlegt. Við erum alltaf auðvitað í barnavernd að leitast við það að
skapa öryggi eða skjól, hvort sem við erum að skapa því MST-meðferðin og heimili fólks, það er það fyrsta sem við byrjað á, er þetta örugt? Ef það er ekki örugt, þá er meðferðinni hægt. Það er 80% þeirra mála sem að byrja MST sem að halda áfram. 20% er hægt fljótlega eftir að málið er opnað. Því það kemur í ljós, það er ekki örugt að gera þetta með þessum hætti. Við verðum að leita eftir sterkari inngripum. Og þá getur þurft að leita eftir skjóli á meðferðarheimili og öll þessi úrræði okkar eiga það sameiginlegt að vera að reyna að ýta undir reglubundið líf og virkni í skóla eða vinnu. Við erum að hvetja fólk áfram, bæði foreldra og börn, í að auka eigin getu, endurheimtana, laða fram hugsanir, vilja, getu og trú til jákvæðra breytinga. Þetta er mikilvægur þáttur í okkar störfum. Við aukum færni, félagsfærni, sjálfstjórn, gagnvart tilfinningum og gagnvart vímuefnum. Það má segja að á árum áður var oft notað hugtakið umhverfismeðferð. Við heyrum það sjaldnar núna, en í rauninni gæti þessi glæra heiti það líka. Í rauninni, þetta er allt þættir sem að voru ræddir og hafa verið ræddir í gegnum árin það hvað er það sem við erum að reyna að gera. Hvernig svo sem þetta tekst til, það má ræða það alveg endalaust, en þess við erum að reyna að gera er þetta. Og við erum líka að reyna að aðlaga börnin aftur heim. En svo fram hefur komið þá er það skammgóður vermir að geta látið ganga vel meðan að meðferðin stendur. Við verðum að geta yfirfært árangurinn aftur heim. Hvar gerum við það? Jú, við þekkjum það. Lögin segja það að ríkið eigi að sjá heimili og stofnanir sem sinnir bráðaþjónustu, greiningu og sérhæfðri meðferð vegna alvarlegra hegðunar-erfiðleika, vímuefnaneyslu og meintra afbrota. Það getur að þetta er ekki talað geðræna erfiðleika. Það getur vel verið að löggjafinn hafi ekki kunnað að hugtaka á þessum tíma, við vitum það ekki. En allavega, við gerum þetta inn á Stuðlum, við gerum þetta á meðferðarheimilum eins og Háholti, Laugalandi og Lækjarbakka. Svona er stofnanakerfið okkar í dag. Þið þekkið þessi úrræði, ég ætla ekki að kynna þau sérstaklega. Bara aðeins til upprifjunar að Stuðlar eru í svona upphafið fyrir þá sem þurfa stofnanameðferð. Nú erum við að reyna að breyta og bæta svolítið þjónustuna þar, að laga aðstöðun í neðarvistun, það með sér kynjaskiptinni og vera með sérstaka deild þar sem að einstaklingar sem eru annaðhvort mjög veikir og komast ekki á spítala eða þurfa sérstaka aðstöð geta verið. Við þurfum að hafa úrræði mjög sveigjanlegt og þið þekki það sem við unnið í barnavernd eða verið skjólstæðingar barnaverndar að það er veruleikin sem við þurfum að vinna í, við þurfum að vera sveigjanlegt og geta brugðist hratt við. Við þurfum líka að reyna að auka eftirfylgd við meðferðina á meðferðardeildinni. Það er eilífðarverkefni og við erum alltaf að reyna að efla þetta. Við erum líka að reyna þetta út á meðferðarheimilunum. Við höfum átt og eigum alltaf mjög mikið og gott samstarf við forstöðumenn og starfsfólk meðferðarheimilana og ég leyfi mér að fullyrða að við erum býsna samstíga í því hvernig við sjáum verkefni okkar. Og við höfum séð það að við viljum efla tengsl meðferðarheimilana við heimaumhverfi barnanna. Kílómetrarnir á milli eiga ekki að vera fyrirstaða. Þeir geta verið það einhvern tímann, en við viljum efla aðlugun barnanna heim og eftirfylgd eftir að meðferðinni lýkur. Það er athyglisvert að þegar barnaverndarlögunum var breytt 2002, þá var sett inn í þau heimild til þess að vista börn í sérstöku styrktu fóstri, sem þýðir það að annað fósturforeldri hefur að við fulla vinnu að sinna barninu. Og þarna kemur þessi hugsun upp sem við erum í raun að fylgja inn í dag, að við getum ekki blandað öllum börnum saman á sama stað með mjög mismunandi vanda. Og þarna kemur þessi hugsun upp að börn, jafnvel með geðrænan vanda, eins og kemur fram þarna, eða tilfinningalega erfiðleika sem ástæðu hegðun og vanda, að þau gætu haft betra af því að vera inn á einkaheimilum heldur en inn á stofnunum. Og við reynum að fylgja þessari hugsun enn í dag að sjálfsögðu, það eru börn í styrktu fóstri, við þyrftum að efla þennan möguleika enn meir með svokölluðu meðferðarfóstri. Önnur úrræði sem skipta máli hér, þó þau séu ekki beinum tengslum, þá er það úrræði eins og barnahús. Við vitum það að það sem barnahús meðhöndlar getur oft verið stór áhrifavaldur í vanlíðan og vímuefnavanda. Einnig meðferð fyrir þau börn sem beita önnur börn kynferðislegu ofbeldi. Þarna erum við komin meira inn í forvarnarþáttinn. Síðan þau okkar sem hafa unnið í meðferðarkerfinu vita það, og ég man eftir því þegar ég var á Stuðlum, að við sáum það að þó við værum að vinna mjög gott starf inn á stofnununum sem við vorum alltaf að reyna að bæta og erum ennþá að gera, þá þurfum við eitthvað meira. Það þarf stigskiptari meðferð, það þarf fjölbreyttara landslag og það er ástæðan fyrir því að MST meðferðin var innleidd á sínum tíma. Ráðherrann sýndi okkur þann heiður hér í morgun að tilkynna það að við erum núna að sjá fram á möguleika og geta þjónusta stærra svæði en þarna kemur fram, sem eru cirka 100 km út frá Reykjavík.
Það er að segja Norðurland, Austurland, Vestfirði og Suðurland, það er að segja í rauninni allt landið. Það er ekki hefðbundið MST en af því að við erum búin að taka upp meira samstarf við Norðmenn í þessu núna. Nýlega þá njótum við góðs að þeirra tilraunum í þessa átt í dreifðum byggðum Norður Noregs. Þeir hafa náð að aðlaga MST að þeim byggðum líka. Inn á heimilunum er verið að reyna að gera þetta sem ég var að nefna áðan. Ég ætla ekki kannski að fara nánar út í það tímans vegna, en þetta eru auðvitað áfram og verða grunnstóðir í okkar kerfi. Það er ekki þannig og það hefur aldrei staðið til að leggja niður stofnanameðferð. Þvert á móti það hefur alltaf staðið til að efla hana og við viljum efla hana áfram. Og þarna vinna úrræðin mjög vel saman, MST-ið og stofnanameðferð. PMT foreldrafærni er fyrir yngri börn og hefur meira forvarnargildi varðandi þá skjólstæðingar sem síðan á unglingsárum fara inn í hin meðferðarúrræðin og það er núna orðið hluti einnig af barnaverndarstofu. Síðan í þessu sambandi má loks nefna það að sveitarfélögin hafa samkvæmt barnaverndarlögunum eins og þau eru í dag það hlutverk að reka vistheimili sem að gegna fjölbreyttum tilgangi og meðal annars þeim tilgangi að taka við börnum sem eiga ekki afturkvæmt heim í lok meðferðar. Það stóð til að færa þetta verkefni yfir til ríkisins og það var búið að breyta barnaverndarlögunum því miður þá breytti Alþingi þeim aftur tilbaka. Og það er mjög bagalegt af því þetta hefði verið mjög skynsamleg viðbót inn í rauninni lagaskyldur ríkisins og barnaverndarstofu til að vera samfella í meðferðarúrræðum og ég veit að til dæmis meðferðarheimilins og Laugaland sem að hafa lengi hort á þann möguleika að geta verið með vistheimili í framhaldi. Það er ekki hægt af því það er annað verkefni. Það eru þá að vinna það fyrir annan vinnuveitanda heldur en ríkið er. Hins vegar starfa prýðisvistheimili eins og Hamarskot í Flóanum og Vínakot í Reykjavík. Þetta eru mjög mikilvægir staðir sem er unnið mjög gott starf og mikilvægur hluti af okkar meðferðarkerfi. Meðferð í nærumhverfi eins og MST byggir á þessu sem þið þekkið að það er verið að efla styrkleikana inn í þeim kerfum og á þeim slóðum þar sem barnið býr og kemur til með að búa eftir að meðferðinni lýkur. Og eins og ég nefndi áðan að það er ekki þannig að öllum er þrælað í gegnum MST-meðferð. Það eru 20% málanna sem eru bara opnuð og lokast strax aftur því að sé og barnaverndarinn búin að sjá það eftir þessa könnun að það þarf eitthvað meira til. Við erum með ágætar árangurstölur sem ég ætla ekki að fjalla í dag. Þið getið skoðað þær eða viljið á heimasíðu Barnaverndarstofu. Við gerum follow-up 6, 12 og 18 mánuðum eftir að meðferðinni er lokið. Ég ætla samt að taka það fram að þó að alvarlegu vímuefnavandi þurfi stundum strax á því að halda að barn sé vistað utan heimilis, þá er hægt og það er meðhöndlaður vímuefnavandi í MST meðferðinni, ekki bara hér á landi heldur alls staðar, og hún ber árangur. Þarna þarf eins og alltaf auðvitað gæta öryggis. En við vitum það að í hegðunar- og vímuefnavanda og auðvitað við geðrænn vandi er líka hluti af því, hvernig maður notar hugtökin. Bakslög eru hluti af vandanum og við getum endalaust leitað að leiðum til þess að koma í veg fyrir þau og gerum það. En við höfum ekki möguleika á að slökkva þau algjörlega. Það er bara því miður ekki þannig. Við verðum að hafa okkar meðferðarkerfi þannig að við getum brugðist sem hraðast við þau. Að við reynum aftur og aftur og síðan með stigskipta meðferð þannig að við grípum alltaf sem fyrst inn í. Ráðherra nefndi í morgun eitt atriði sem ég ætla aðeins að staldra við, að það er stundum talað börn sem að séu algjörlega á kantinum, jafnvel í þessum hópur sem að við erum að tala með sérstakar þarfir, það er að segja börn sem að geta ekki búið heima hjá sér og þessum vistunarúrræði barnaverndarlaganna eiga ekki við. Og ég nefndi áðan að það hefur verið mikil ásókn inn í barnaverndarkerfið fyrir nánast öll börn sem þurfa mikla meðferð og þetta hefur oft á tíðum verið kerfinu ofviða. Sérstaklega ef þetta eru börn með mjög alvarlega geðræna erfiðleika eða þroskaskerðingu og sem betur fyrr tók velferðarráðuneytið til í sem er starfshópi sem að starfaði fyrra og hitti fyrra og ég fekk að starfa með og þar var eiginlega komist að þeirri sameiginlegri niðurstöðu að bæði vistunarúrræði barnaverndarlaga og heilbrigðisþjónusta á vegum Landspítalans, hún er ekki útilokuð þó að málið fari í annan farveg, þvert á móti. Það er hins vegar ekki hægt að hanga alltaf í því allan tíman. Maður getur ekki, ef maður er við mjög þunga þjónustuþörf sem er sannarlega nær langt yfir 18 ára aldur og þá erum við að tala mjög lítinn hóp einstaklinga, kannski á bilinu 8 til 12 á hverjum tíma áallega þessi nefnd. Þeir þurfa að búa eitthvað staðar. Þeir geta ekki búið í tímabundnum meðferðarúrræðum og það er það sem við höfum lengi bent á að
örfá börn hafa verið í þeirri stöðu í rauninni að þau lenda á flakki í barnaverndarkerfinu. Af því að öll úrræði barnaverndarkerfisins eru miðuð við tímabundin inngrip nema varanlegt fóstur og þá flyst forsjá frá foreldrum og það er ekki það sem er tilgangur málsins. Þessi hópur komst meðal annars að þeirri niðurstöðu sem ráðuneytið hefur reynda gert á sinni niðurstöðu að þegar að þykir fullir enda börn geti búið í foreldrahúsum og að þau þurfi sérsniðið búsetuúrræði með mikilli samræmdri og samfelldri þjónustu stofnana ríkis og sveitarfélaga, þá eigi að bregðast þannig við því og það eigi að tryggja þessum börnum langtíma búsetu þar sem komið til móts við þarfir þeirra í grennd við heimili foreldra svo sem kostur er. Og það skal miða við að búsetan geti haldist áfram fram yfir 18 ára aldur. Og einhverju liti skarast þetta líka við hlutverk vistheimila eins og Hamarskóts og Vinakóts sem ég nefndi áðan, að þar er möguleikinn og aðstaðan til þess að leyfa þessu að vera í samfellu fram yfir 18 ára aldur. Hérna sjáum við hvernig þróunin hefur orðið í meðferðarkerfinu á 8 árum, að þið sjáum að fjöldi barnanna inn í stofnanakerfinu og MST-kerfinu eftir að það kom til hefur verið svipaður. Þau eru að koma kannski í fleiri en eitt úrræði á hverju ári, þannig að árið 2006 voru þetta rúmlega 160 komur og 168 komur árið 2013, aðeins meira en fjöldi einstaklingana. Þið sjáum að þessi þróun sem er orðið hér á landi, þetta er nákvæmlega sama þróun og hefur orðið allstaðar í kringum okkur. Þetta er ekki nein íslensku uppfinning. Að fjölbreytnin eykst og viðhorfin hafa breyst og vitneskjan það hvað virkar hefur breyst, en það er ekki þar með sagt að eitt virki fyrir alla. Það er ekki þannig. Það er bara meiri fjölbreytni. Og í dag er það þannig að í rauninni 2 af hverjum 3 börnum er að fá þjónustu í fjölkjarameðferð og önnur eru að fá þjónustu á stöðlum eða meðferðarheimilum. Oft er þetta sömu börnin og við lítum á þetta sem eitt meðferðarkerfi sem styður hvort annað. MST getur komið fyrr inn í, gripið fyrr inn í hlutina og hjálpa barnaverndarnefndunum að kanna málin og finna þeim réttan farveg, annaðhvort að klára það þar eða málið haldi áfram í stofnanameðferð og það getur líka virkað sem stuðningur eftir að meðferð lýkur. Það hefur einhverjum ástæðum á sama hátt og hér hefur líka dregið úr eftirspurn eftir stofnanameðferð. Það er sannarlega þannig og það er ástæðan fyrir því að stofnunum hefur fækkað. Það er að hefur dregið úr eftirspurninni eftir því. Og það er sennilega viðhorfsbreyting. En það hefur líka dregið úr eftirspurn eftir neyðarvistunum barna og það hefur kannski ekki endilega með það að gera að hafi dregið úr vanda barna. Ég veit það ekki, ég hef engar rannsóknir sem segja mér það. Við vitum hins vegar að það hefur líka orðið bæði viðhorfsbreyting og breyting á möguleikum því að eftir að MST kom til þá er oftar hægt að koma í veg fyrir að þurfa neyðarvista börn. Og þar hafa viðhorf líka breyst hjá barnaverndarnefndunum af því að það getur líka verið skammgóður vermir að neyðarvistaðu og það getur orðið neikvæð styrking. Það getur leitt til þess að möguleikarnir eru alltaf færðir út fyrir fjölskylduna og hennar möguleika á því að stoppa af erfiða hegðun. En auðvitað þarf mjög ofta á því að halda, einhverju síður. Það sem við reynum að horfa á í okkar störfum og okkar kerfi er eins og ég nefndi að við þurfum og rannsóknir sýna það á allir literatúrin að horfa á meðferð alvarlegs vímuefnavanda og hegðunarvanda og geðransvanda þannig að þetta er ekki spretthlaup. Þetta er oftast langhlaup, enda er þetta oftast vandi sem er búin að þróast á lengri tíma. Við þurfum því að geta haft inngripin eins sterk á hverjum tíma og þurfa þykir. Við megum ekki hafa þau of veik og við megum heldur ekki hafa þau of fljótt of sterk. Því að þá getum við líka vakið upp mótþróa og samvinnuleysi við þá sem í hlut eiga. Við getum ekki miðað þjónustu bara við inn- og útskriftir. Og öll hugsun í dag í heilbrigðisþjónustu líka er á þann veg að hún verður að vera miklu breiðar en það. Inn- og útskriftir geta verið mikilvægar. En það verður eitthvað að gerast á undan og það verður eitthvað að gerast á eftir. Og þetta getur þurft að vera yfir langan tíma. Við þurfum að horfa á verndandi og áhættuþætti eins og ég nefndi áðan. Við þurfum að nota gagnrýndar aðferðir og hafa starfsfólk með góða fagþekkingu. Og við verðum sérstaklega að gera það í ítarúrræðunum þar sem við erum að glíma við flókin mál og það hefur komið fram í morgun að við vitum ekki allt og við þurfum í rauninni alltaf að geta bætt við okkar þekkingu og tryggt það að meðferðarúrræðin séu að beita gagnrýndum aðferðum og hafi starfsfólk með góða fagþekkingu og það er eitt af því sem við stefnum alltaf að.
Það hefur verið bent á það í stórum rannsóknum sem að við verðum að taka mark á og endurteknum víða heim að á sama tíma og vistun barna á meðferðarheimilum getur verið mjög nauðsynleg. Þá þarf að gaumgæfa það mjög vel hvenær getur það snúist upp í andhverfu sína. Þetta eins og með öll sterk inngrip, hvort sem eru lyf eða vistanir. Við þurfum að nota þau á réttan hátt og við þurfum að nota þau ekki of lengi og ekki of stutt. Því á sama tíma og vistunin getur verið nauðsynleg, þá getur vandinn aukist, til dæmis ef að blöndunin of mikil. Og rannsóknir hafa sýnt það, stórar nýjar rannsóknir hafa sýnt það að ef að börn sem að glíma við félagslegan og tilfinningamvanda, fyrst og fremst, ef að þeim blandað saman í meðferð með börnum sem eru með mjög alvarlegan hegðunarvanda af öðrum ástæðum, eins og afbrotavanda, þá getur útkoman orðið svo, það ekki verið að segja hún verði þannig, hún getur orðið svo að meðferðin auki á vandann. Skiljið. Ég ekki að tala niður meðferð þegar ég segi það. Þetta bara eins og með öll sterk inngrip, við getum ekki notað þau bara einhvern veginn. Og þetta vandamálið okkar líka í litlu landi. Það að segja, hvernig getum við haft úrræði sem eru ekki of lítil, sem ekki vera of lítil því að vera rekstrargrundvöllur fyrir þeim, og heldur ekki of stór, en nógu mörg. Og þetta í rauninni bæði höfuðverkur og líka spennandi viðfangsefni sem að ég held að við verðum að horfa á sem við erum ekki búin að leysa þetta vandamál. Þetta eitthvað sem við þurfum að halda áfram að skoða og við þurfum að skoða þetta líka í samvinnu ríkisins og sveitarfélagana og notendana og allra. Vistanir þurfa stundum að vera langar en það getur líka gerst að ef það vera of langar þá fara það að virka neikvætt og ef að maður að skipuleggja meðferðarúrræði þá verður það mikið skipulag og gott eftirlit því að meðferðarúrræði fyrir tíma sem við erum sem betur fyrir ekki að ræða hér í dag. Það sem fór miður í þeim var til dæmis skortur og eftirliti og það á alltaf við, líka í dag. Ef við erum með of fjölmenn úrræði, með of fáum starfsmönnum og getum of lítið fylgst með því hvað að gerast, þá erum við með hættu á ferðinni sem við þurfum að geta séð við. Og í þessu sambandi loks nefnt að þegar við erum að stunda vernd, barnavernd og koma fólki í skjól, þá erum við að gera mjög nauðsynlegan hlut en við það að taka börn úr umhverfi sínu, þá erum við líka að taka þau frá úr samskiptum við börn sem glíma ekki við hegðunarvanda. Og þetta auðvitað common sense. En þetta eitt helsta viðfangsefni í allri meðferð. Og þetta erfiðasta viðfangsefni. Til dæmis, svo maður nefni aftur MST-ið, rannsóknirnar þær eru að klóra sér mest í hausnum yfir þessu viðfangsefni. Hvernig getum við aukið á samskipti við jákvæða félaga? Af því það svo stór þáttur, sérstaklega á unglingsárum, að vísa fullorðinsárum líka. Félagar, foreldrar og nærumhverfi risastór þáttur á barns- og unglingsárum. Að lokin hvað má bæta, við þurfum að styrkja þjónustu í nærumhverfi, við þurfum að koma í veg fyrir það að börn sæki viðurkenningu á jaðrinum eða einangrist. Og við vitum að flest alvarleg vandamál, þau hafa að minnstakosti líka þessa afleiðingu að fólk einangrast eða það lendir á jaðrinum og það fyrir að sækjast þar eftir viðurkenningu frá einstaklingum sem ekki sérstaklega hollur félagsskapur. Og þetta samfélagsverkefni, þetta ekki verkefni einnar stofnunar eða eins ráðuneytis. Þetta verkefni allra og það eru ýmsar leiðir í því ég nefni 3 nánast af handahófi. Við þurfum að styrkja félagsþjónustu og barnavernd af því að málastjórnin í svona málum, í barnaverndarmálum þar. Og það getur verið flókið og tímafrekt verkefni að sinna slíku og barnaverndarstarfsmenn þurfa að hafa möguleika á að gera það. Við þurfum að samræma betur heilbrigðisþjónustuna og barnaverndina. Það efni í heila ráðstefnu að tala um það. Það hefur verið reynt oft á tíðum að gera það og við erum í góðu samstarfi við heilbrigðisstarfsmenn. Við vorum með þjónustusamning við Landspítalann lengi vel vegna þjónustu við Stuðla og meðferðarheimilin. Síðan breyttist það. Við erum með þjónustusamning núna við SÁÁ eða VOG þjónustu við lokuðudeildina á Stuðlum og sjálfstætt starfandi geðlækni varðandi meðferðardeildina. Og þetta gríðarlega mikilvægur þáttur í starfi meðferðarheimila á vegum barnaverndar. Og eitt atriði sem var rætt svolítið í fyrra í fréttum, ég veit ekki hvort munið eftir því, að við þurfum skýrari viðbrögð lögreglu gagnvart eldri einstaklingum sem hýsa og misnota börn fyrir dóp. Þetta mjög alvarlegt brot á lögum að gera þetta. Og það eru mjög skýr ákvæði í lögum. Það misskilningur að lögin taki ekki á þessu. Það eru mjög skýr ákvæði í lögum þetta, í hegningarlögunum held ég farið rétt með. Og þetta varðar margar ára fangelsi í rauninni. Þetta lítið svo alvarlegum augum. Þannig að í rauninni í hvert sinn sem einhvert barn týnt innan gæsalappa
og ég vil allir vita hvar það er og það ég vil segist vilja vera þar sem það á ekki að vera, þar sem foreldrar þeirra vilja ekki að sé, að hvert sem það gerist, þá er það í rauninni mjög alvarlegt brot, ekki bara gagnvart þessu barni, heldur gagnvart lögunum í landinu og það á að bregðast við því af fullri hörku. Og við höfum náð smá skrefi áfram í þessu, við höfum verið að ræða við kerfin, við lögregluna, við barnaverndina það að við þurfum að gera þetta forgangsverkefni. Þannig að þetta verði í rauninni ekki liðið að þetta sé og ég held að effektin af því gæti verið sá að það verður einhvern tíma mjög óspennandi að hýsa börn sem eiga að vera heima hjá sér. Og það er það sem við verðum að ná fram. Að menn verði ekki látnir í friði sem gera það. Og að lokum við þurfum áfram og fleiri gagnreyndar og góðar aðferðir. Ég nefndi áðan við þurfum sérstakt meðferðarfóstur, það er mjög góð og gagnreynd aðferð sem hefur verið innleidd víða lönd í nágrenni okkar líka. Það mun nýtast börnum betur með blandaðan vanda sem þurfa frekar yfir slíku úrræði heldur en á meðferðarheimili og geta ekki búið heima hjá sér, allavega ekki í bili. Við lögðum til árið 2011 við velferðarráðherra nýja meðferðarstofnun á höfuðborgarsvæðinu og það var í rauninni eftir samráð við barnaverndarnefndirnar og í rauninni mat barnaverndarstofu á meðferðarþörfinni eins og hún var þá og ég held að það hefði lítið breyst. Við þurfum meðferðarstofnun fyrir eldri unglinga sem eru í harðri neyslu, sem er erfitt að ná úr neyslu og eru jafnvel með hegðunarvanda eða svokallaðan hegðunarvanda í bland. Ég ætla ekki að fara nánar út í ástæðurnar sem geta verið að baki, en þarna getur verið að ræða krakkar sem hafa farið í gegnum okkar meðferðarstofnanir, jafnvel oftar en einu sinni. Þau hafa reynt meðferð annars staðar, til dæmis á Vogi, en þau geta ekki nýtt sér meðferðina. Þau annarkvort labba út eða geta ekki verið þar. Barnaverndin hefur hins vegar þörf fyrir inngrip og við verðum að geta svarað þessu kalli. Og ég vona að þessi nýja meðferðarstofnun á höfuðborgarsvæðinu og við fáum að sjá hana brátt. Og ástæðan fyrir hún þarf að vera höfuðborgarsvæðinu er svo að við þurfum, sérstaklega þegar einstaklingar komnir á þennan aldur, að geta aðlaga fólk jafnóðum að því umhverfið sem það á heimi. Það er að segja að þetta þarf að vera meðferðarstofnun sem er á forsendum barnaverndar, bæði opin og lokuð og sinnir góðri eftirfylgd. Og með þessu væri líka hægt að ydda betur hlutverk stuðla, það væri hægt að ydda betur markhópinn þar inn, þannig að það væri hægt að sinna betur börnum sem væru með mildari vanda en samt alvarlegan vanda og það væri hægt að hægja aðeins á öllu, hafa aðeins lengri tíma fyrir stafni og við vonum að þetta verði sem fyrst. Takk ykkur fyrir.